Já, góðan daginn, góðan gestur, verið hjartalega velkomin með okkur á KA TV. Sigur Óli Magni Sigursson heilsar ykkur hérðan ásamt Agli Ármanni Kristinsinni og við ætlum að lýsa fyrsta heimaleik og fyrsta leik KA Þór í Ólísdeild kvenna þetta árið sem er gegn Fram. Og við ætlum að byrja að renna yfir Fram liðið. Þar er númer 5 Katrín Ósk Magnúsdóttir, mjög undarlegt númer á markmanni. Númer 5? Já, við erum báðir markmenn. Já, aldrei er númer 5. Aldrei númer 5. Síðan eru númer 16 Heiðrún Dís Magnúsdóttir og síðan koma kanónunnar hver á eftir annarinn landsliðskonunnar Þórey Rósa Stefánsdóttir númer 3, Kristrún Steinþórsdóttir númer 8, Ragnheiður Júliusdóttir númer 9, Karen Knútsdóttir númer 10, Erna Guðlaug Gunnarsdóttir númer 13, Harpa María Friðgeirsdóttir númer 15, Unnur Okkar Ómarsdóttir númer 17, 19 Elva Þóra Arnardóttir, 20 Hildur Þorgeirsdóttir, 21 Steinunn Björnsdóttir, 23 Lena Margrét Valdimarsdóttir og svo nýjasti leikmaður Fram númer 50 Perla Rut Albertsdóttir, landsliðskona og kemur beint frá Selfoss. Þetta er rosalegt lið. Já, ég fór og kíkti á Valur Fram í meistarana. Frábær leikur að sjá og það verður gaman að fylgjast með þeim. Þær eru svakalega, náttúrulega bustuðu Val hann í meistarana. Það voru bara þvílíkt tempo og rosa flott lið. Já, en þá er okkur ekkert að vanbúnaði að renna yfir lið okkar heima stúlkna. Þar kynnum við strax til leiks Ólöf Maren Bjarnadóttir, markvörð. Hún er nummer 1, nummer 16 Matea Lonak. Hún kemur frá Stryn í Noregi og er króati að upplagi. Síðan er það nummer 3, okkar besta Aldís Ásta Heimisdóttir. Númer 6 Telma Lísa Elmarsdóttir. Númer 7 Katrín Viljámsdóttir. Númer 8 Marta Hermannsdóttir. Númer 9 Arna Valgerður Erlingsdóttir. 13 Anna Þyrí Halldórsdóttir. 18 Rakel Sara Elvarsdóttir. 21 Hulda Bryndís Tryggvadóttir. 22 Ásdís Guðmundsdóttir. 33 velkomin aftur Kolbrún Gía Einarsdóttir. Og 34 Svala Svavarsdóttir. Að sjálfsögðu megum við ekki gleyma síðast en alls ekki síst nummer 88 Ásdís Sigurðardóttir. Egill, þetta er mjög svipað og í fyrra. Olga er farin, Matea er komin í staðinn og auðvitað söknum við Solveig Láru. Heldur betur og það verður gaman að sjá hvernig stelpurnar fara að staði í þennan leik af því að upplagi hjá liðunum verður mjög svipað til að byrja með. Bæði liði eftir að keyra hraði miðju, þeir eftir að keyra hratt upp og eftir að sjá að leikmann nummer 8 hjá Fram, Kristrún, hún er að skipta við í vörn, hún er aðalega varnarmaður og hún er eftir að keyra rosalega mikið upp hraða miðju og seinibylgjum. Akkurat. Hvað okkar stelpur varðar að þá er einn leikmaður ekki komið með leikheimild, Martina Korkovits, hún situr þarna fyrir aftan bekkinn. Tilbúin í slaginn í næsta leik, hún er að koma frá Rúmeníu. Hins vegar er mjög gaman að sjá Kolbrún Gíu vera að komna aftur eftir barnaleyfi. Ásdís Sigurðardóttir er í formi lífsins. Heldur betur. Og síðan eru ungu stelpunar okkar eins og Rakel Sara árinu eldri og búin að öðrast mikla reynslu suma með U18 landsliðinu. U17, já, U18. Það verður mjög spennandi að fylgjast með Rakel þetta tímabili. Hún er búin að þroskast mikið núna bara í sumar á þessum landsliðsverkefnum sem hún er búin að vera í. Akkurat. Einnig kannski horfum við líka alltaf á Aldísi Ástu sem að byrjaði rauninni ekki tímabili með okkur í fyrra af því hún brotnaði. Akkurat. Þannig að hún á eftir að koma held ég mjög sterk inn í þetta tímabil. Nákvæmlega. Þá er okkur ekkert að vanbúnaði. Framarar byrja í sókn, þar byrja í vinstra horninu Unnur Ómarsdóttir, Ragnheiður Júliusdóttir í vinstri skyttu. Hún Karen Knúts er að sjálfsögðu á miðjunni, hægri skyttu Hildur Þorgeirsdóttir, í hægra horni er Þórey Rósa og inn á línunni er Steinunn Björnsdóttir. Já, við hefum sjá Karinni koma í skiptingu fyrir Kristrúnu. Akkurat, hjá okkur byrjum við í 6-0 vörn, það eru Marta og Aldís í þristónum, Hulda, Bryndís og Kata í bakvörunum og Rakel og Ásdís Guðmunds í hornunum. Og hérna kemur fyrsta skotið á markið og það er stöngin inn. Ragnheiður Júliusdóttir kemur fram yfir 1-0, frekar einfalt. Við myndum að sjá okkar stelpur reyna að keyra þetta allt upp tempo og reyna... Já, þetta var ekki gott. Nei, þetta var ekki það sem við vildum sjá. En fallir farar heill segja þær. Það sagði einhver allavega. Við sjáum það að Unnur byrjar í vinstra horninu. Við tókum þetta allt í meistaramanna. Þá kom Perla Rut síðan inn í vinstra horninu með mikið að innlýsingum sem að skapaði mjög mikið pláss fyrir Steinunn línunni. Akkurat, hér koma þær. Ragnheiður inn á línu á Steinunni. Og frábær markvarsla hjá Matea Lonak. Matea er rosalega sterkur markmaður einn á móti einum. Já,
hún ekki jafn hávaksin og Olga, en hún ansi lungin og þá fer Marta milli 1 og 2 og fær fríkast. Eins og Egill búinn að koma inn á þá skipti Karen út af og hún Kristrún kom í vörnina í staðinn og stendur þristinn þar við hliðin á Steinunni. Það náttúrulega landsliðskona í hverju rúmi hjá Fram. Þá koma stelpnur okkar í fyrstu alvörusóknina. Marta klippir inn Rakkelsöru, Rakkelsar á Huldu. Hulda stingur niður, Aldís Ásta sækir á, finnur Ástísin á línu frábært og hún skorar. Það náði Ásdís að búa sér til pláss fyrir aftan með góður rók frá Aldísi. Mjög vel gert. Og sjáum að Kata býður hana ekkert sérstaklega velkomna hana Hildi. Hægra megin, hendin á bakki og fær gullspjald að launum. Og á sama tíma var brotið og vítakast næmt og það Ragnheiður Júlíusdóttir sem fer á punktinn. Mattea til varnar. Og hún ver vítið! Frábær markvarsla, þetta byrjunin sem við viljum sjá frá Matteu. Þá koma hratt stelpunnar, Hulda sækir á út í hornið á Rakel og Rakel fyrir bara í árásmill 1 og 2. Fær fríkast. Við erum gaman að fylgjast með Rakkelsöru í vetur. Og Marta sem fyrr stýrir spilinu og það koma hérna í Kairó. Ásdís kemur út og aftur inn, Aldís sækir á, Hulda ógnunar línu, en þetta beint í hendurnar á Þórina og Þóri Rósa skora, já hún fyrirgefur þetta vonandi. Já, en þá komum við bara tilbaka, staðan 2-1. Aldís, Hulda upp, og þetta grípaðan, Hulda tekur frákastið og skorar. Smá heppnisnipilli við þessu, en þetta mark telur alveg mikið á hinn. Já, þetta 1 mark. Þetta mikið sigla í Huldu, hún þekkt fyrir það svona dottið að þjösnast og hnoða en það hún frábær gegnumborðsmaður. Akkurat, og það mun alveg klárlega mæða svolítið á Huldu í fjarveru Sollu í vetur og það náttúrulega allar rétthendar sem að spila fyrir utan hjá okkur núna og við erum með 2 örfendar á bekknum, bæði Kolbrúnu og Ásdísi. Ragnheiður sækir á, Hildur og þetta Karen, frábær hreyfing á Karen og fær vítakast. Það var mikið hraði í spilinu á Fram og þeir eru alltaf að slíta okkur í sundur. Já. Við erum ekki ennþá alveg búin að finna taktin í vörninni, heldur erum við frekar búin að fá 2 frábæra markvarstöður frá Matteu og Ragnheiður aftur og nú skorar hún 3-2. Það keirir strax miðuna. Kata leysir út síðan, Aldís Ásta Heimisdóttir, Hulda Bryndís á Mörtu, Marta með skot og þessi syngur í netinu, smurði þennan. Sér ekki Kristrún upp, reynir að keyra beint á þetta. Akkurat og Kristrún í árás, fríkast, þannig að hefði nú verið jafnvel hægt að flauta vítið, svona þannig. Já, alveg sammála. Kristrún skipti þá við Karinni. En nú kannski reynir þetta á okkur að standa fyrstu vörðun okkar. Já, þurfum að ná að þétta þetta aðeins. Þétta pakkan. Staðan 3-3 eftir 4,5 mínútu, mikið skorað. Ára Karen, Unnur, Ragnheiður sækir á, Hildur og Karen. Ægilega snögg á fótunum með sendingu sem Steinu grípur og vítakast. Þannig sáu samt að Rakel var fljót að koma í hjálpina með Mörtu og bara eins og seinar. Já, þetta var frábærlega grip hjá Steinu. Virkilega vel gert. Og það er að Mattea til varnar og Ragnheiður skorar. 3. marki hennar af 4 hjá Fram og aftur keyrum við hratt með Kötu sem kemur inn. Og Marta Aldís upp með skot í varnarvegginn og hattið að Kata. En hún ver í markinu, hún Katrín. Og þá kom það hratt Steinun. Og Mattea ver, búin að verja tvisvar ægilega vel. Þetta sagði, hún alveg rosalega 1 á móti 1. Já, frábærlega varið, en hvað gera þeir nú? Steinun fer hann aftur og reynir að koma út í horn, en fríkast dæmt. Þarna voru Hulda og Rakel góðar að ná leyfa ekki Steinun að snúa. Og það er náttúrulega gleymdu kannski að minnast á það áðan, Egill, að það er náttúrulega breytingar á þjálfarateymi liðsins. Jónatan og Þorvaldur létu það að hendi og við tóku Gunnar Líndal og Sigþór Árni. Já, það verður mjög skemmtilegt að fylgjast með framgöngu þeirra sem þjálfara liðsins. Já, að koma þær Karen með skotagólfinu, nei, þetta er sending út í horn, út á Þórey sem að skorar. Þetta klassin sem að Karen er að spila í er ekkert eðlilega hár.
Það er ekkert leiðilegt að vera með Þóru hérna í horninu og hún klikkar nú ekki mörgum færum. Nei, hárrétt. Marta með skot á gólfinu og þessi kann þetta. Vel gert. Frábært marki á Mörtu Hermanns. En þær koma hratt. Þórey, Hildur og Kristrún, Ragnheiður, Kristrún, Marta, nei, Kata kemur og brýtur. Fríkast dæmt. Já, Svavar vissi sinni sök. Dómaralegsins í dag eru þeir Sigurður Hjörtur Þrastarsson og Svavar Ólafur Pétursson. Þá koma Framarar í uppfylgdarsókn. Við höfum ekki náð ennþá. Við erum búin að fá okkur 5 mörk á rúmum 6 mínútum. Ekki náð að stoppa flæðið í sóknarleiknum hjá þeim. Hildur, Karen, Ragnheiður út í hornið á Unni. Unnur, stöngin og innkast sem að káa að Þóra á. Boltinn fer hérna undir bekkinn. Finnum þetta Matti að þurfi hreinlega að fara á. Æ, kemur nýr bolti. Þá verður Ismael Pétursson sendur á vettvang að finna boltan. Hann er ekki vandræðið með að hann þekki hvað krók og kemur þarna undir. Já, en við sýnumst þetta Logi Gautsson ætla að vera undan. Þeir fara saman í þetta félagarnir. Á meðan koma þær í sókn. Stelpunar okkar í Káa Þór. Marta klippi við Aldísi á línu Ásdísi sem er tekið harkalega á henni og Steinun fær spjald. Þetta er hörku varnarmór hérna hjá frömmurunum. Á hávaxinn, reynslu mikill. Þá koma þær, Hilda, Marta, Aldís, aftur boltalaus klipping. Marta kemur í árásun á Hildi Þorgeirs. Hulda hinum megin á móti Ragnheiði, snýr skemmtileg spynda hjá Huldu, vítakast. Já, þarna eru samkvæmið sjálfum sér í vítakastdómanum og virkilega flott finta hjá Huldu. Já, mjög vel gert. Sem að fóra aðeins breytt út á og fór tilbaka í staðinn fyrir að fara aftur inn á miðuna. Akkurat, Marta á punktinn, Katrín til varnar. Marta skorar. Hún er ekkert mikið fyrir að klikka vítum og Marta það. Ég held að segja ekki rámt um mér að í leiknum meistarana telti fram 3 markmönnum. Já, spiluðu. Og 3. markmaðurinn hjá þeim er sennilega ekki komið leikheimild í deildinni. Já. Hún er ekki héðan. Man ekki hvers lensk hún er. Nei, jú. Hún er bara ekki komið leikheimild. Það er ekki með leikheimild. Nei. Afsökum þennan rugling. Allavega hana. Þá kemur Ragnheiður. Og hún með skot og þetta er mark. Já. Sér hérna smá glufu. Sínu horni. Þá keyrum við hraðfljótskerfið hinum megin. Rakel Sara leysir inn og síðan út. Hulda Bryndís. Klippir Aldísi upp. Með skot og stöngin út. Frábær blokk Ásdísi. Já. Og kemur hraðaflöp Unnur. Og Kata brýtur og heppir hann kannski að sleppa við eitthvað þarna en... Ef hann hefur klikkað þá Kata væntanlega. Þetta hljóta að vera 2 mínútur. Ég segja 2 mínútur hinum veginn hefur hann líka alveg rétt ef Unnur hefur klikkað. Já, þetta er náttúrulega algjört óvilja verk hjá Steinunni en hún verður að passa hlaupvíkjunu miðuna. Já, hún fær 2 mínúta brottsum, biður náttúrulega Ásdísi afsökunar enda algjört óvilja verk að ræða. Þá komum við einum fleiri yfir tölu. Rakel byrjar stimplun. Já, Marta stillir upp í eitthvað kerfi. Þá kemur Aldís og leysir inn. Marta fær þá plássi til að velja. Finnur kött í horninu. Kata skorar. Glæsilega gert. Einfalt og þægilegt. Fyrsta mark Katrínar í dag, ekki satt? Fyrsta mark. Staðan 7-6. Fram í vil. 9 mínútur, 9,5 mínútur búin á leiknum. Og þær taka markmannina velli og spila þar að leiðandi með engan í marki og 6 sóknarmenn. Hún kemur inn á línuna, hún Perla. Ótrúlega sterkt að geta bara verið með Perla á bekknum. Já, mjög sterkur leikur. Það eru glammaður félag sem börðust að fá hana eftir að Selfoss féll. Já, þá kemur hún. Hildur, Ragnheiður, Karen. Og Hulda með frábæra vörn. Já, þeir ættu að vera löngu búin að flauta þarna og búin með skrifin. Hulda lét finna vel fyrir sig þarna. Já. Gaf smá tón kannski fyrir næstu varnir. Akkurat. Og þá er það aftur sama kerfi, Perla kemur út og aftur inn, Hildur, Ragnheiður, Karen. Hendinni komin upp strax hjá Svavar og Sigga, ég ánægður með þá. Unnur leysir inn, fær hann. Boltinn löngu farinn, á. Þú voru ekki alveg átt að sjá því. Nei, ég held að Siggi hef aldrei séð það. Ekki margar sendingar eftir. Hildur verður að koma hreinlega bara í skot, nei, inn á Perlu. 2 mínútur. Svo það er vítakast og 2 mínútur brottur. Það er rétt.
Já, klaufalegt hjá okkur. Það var svo sem aldrei neitt annað í stöðunni þarna. Nei, við reynir bara stýrinni eftir að Perla fékk boltan. Það var að Ragnheiður sem er búinn að skora 2 af 3 vítum í dag. Já. Ég held að klikki núna Egill. Ég held að tréverki verið fyrir henni. Sjáum til. Já, sjáum til. Nei, eins og örugt að verður. Eins og örugt að verður. Þá ætla Gunni að fara í 7-5. Já, þetta við Þetta er við, nei fyrir ekki, við náttúrulega mistum mann af velli þannig að hann er að fara samt í 6-5. Aldís fekk 2 mínútur. Já, hárrétt. Blikkaði Sindri okkur á Hábjörnstad. 7-5 eins gott að hann tók eftir þessu allavega. Já, þetta hefur verið mjög áhugavert. Hulda Bryndís. Þannig að komið leikmaður fram inn á Steinun. Stíg Sigurðardóttir að koma inn á fyrst skipti. Sóknarbrot dæmt á hana. Það verður að taka á réttum stað. Við náðum að skipta. Fínt. Klaufalegt. Pínu. Ásdís kemur inn á. Við spilum vörnina 5 gegn. Já, það eru konar inn á 5 gegn 6. Það hafa fullskipa lið framarðin núna. Kemur Ragnheiður, sækir breytt og þetta er virkilega döpur sending en Karin er fyrst að átta sig. Ragnheiður, Hildur, inn á línuna á Steinunni. Nei, var ekki lína. Ekki neitt, nei. Keirar hratt núna eða hvað, jú. Heppir að missa hann ekki Kata, kemur í árás. Skýtur í Sigga þrastar. Þetta var nú ekki alveg nógu. Hún var búin að stökkva upp áður en ákvað hvað hann þarf að gera. En þarna er Ásdís Guðmundsdóttir sem leggst á boltan. Og fær hann, virkilega vel gert, Ásdís að kasta sig á lausu boltana. 30 sekúndur eftir að brottvísuninni. Þetta er ágætiskafli hérna, við erum einu færri núna í 1,5 mínútu. Já. Þá er bara að taka langa sókn núna. Ég held kannski að Gunni myndi taka Mattið út af. En við spilum bara einum færri þá hvernig maðurinn kemur inn á. Ásdís, sækir á, fyrir yfir þetta 50, kom öllum í húsinu á orð með það. Gunni kallar á hana, segir hann að fara. Það er rétt hjá Gunni, hún var komin frekar langt inn á völlin í staðan fyrir að halda breytinni betur. Akkurat, sækja utanvert á Ragnheiði. Þá kemur Hulda Bryndís inn á, jafnt í liðum, Ásdís. Tekið harkalega á henni, Kristrún. Ásdís komin heldur langt út í hornið. Já, hendi komin upp. 3 sendingakonar, 4. Marta skýtur væntanlega í varnarvegginn, Steinunni. Kemur Ragnheiður, hún veit ekki alveg, jú, Steinun. Hunnur og Mattias var nálægt í maður. Þetta er kannski svona tímapunkti sem að okkar lið K.A. Þór þurfti að hafa einhverja hæð þarna fyrir utan. Akkurat. Sem gæti bara stokkið upp á skoti. Já. Þá sest Ásdís hættur á bekkinn og Gunni setur byrjunarliðið aftur komið inn á. Hulda, Marta, Aldís. Aldís sækir á. Hulda. Skotið yfir. Á. Nú er að passa að missa þeim ekki ólangt fram úr sér. Þetta er að vera komið í 4 mörk ef það er skoran. Há rétt, Kristrún, Ragnheiður, Kristrún. Skot hátt yfir. Og Mattea. Aldís sé Rakel. Frábær bolti. Og Rakel skorar. Virkilega vel útfært hraðplaup þarna. Aldís eins og, hún var eins og leikstjórnandi í NFL-ið þarna. 30 metra sending. Beint í lúkunar Rakel yfir Ragnheiði Júl. Þetta var ekki auðveld sending. Rakel er mjög fljót fram, þannig að við þurfum að hafa augun opin þegar við fáum svona tækifæri. Akkurat. Það er spurning hvað þetta tekur okkur. Já, þetta er svona stemmingsmark. Þannig að Hildur, Karen klippir inn, Þórey, Hildur. Ragnheiður fær mikið pláss og skýtur fram hjá, en nei, hotn. Já, bara frábær vörn. Marta bendir Sigga og Svavari á, það er svona pínu klemma þarna inn á línu. Það er svolítið að vera Steinunn að koma sér í góða stöður. Þetta yngastega K.A. Þór. En ég reynda mjög undarlegt að þeirra fengið að taka yngasteg með hvað Kat hafa nálægt þeim. En það spurning hvort þetta hafi náðust í myndavél. Við náttúrulega erum ekki með okkar venjulegu myndavél. Við erum fyrir smá óláni í sumar þegar að búnaðan hjá K.A. var stolið að brottistarinn í bíl sem hann var í. Og við minnum á söfnun K.A. TV þannig að við getum fjárfest í góðri myndavél fyrir ykkur landsmenn sem fylgist með okkur. Og þá tekur Gunnar Líndal Sigurðsson leikhlé, 15 mínútur og 14 mínútur og 58 sekúndur búnar að fyrirháleik.
Egill, þetta bara ágætt. Þetta fer ágætlega af stað. Við með þessu síðasta marki kannski svona, þú veist, ákváðu það hvort við ætlum að vera alveg með í fyrirháleik eða ekki. Akkurat. Ég segi, ef við hefðum náð 4 mörk þá hefðum við strax svona kannski aðeins dottið niður. Já, það nefnilega það nefnilega akkurat þannig við getum spurning hvort að Andri á myndavélinni sýni ykkur nýju töfluna í KM-milinu, gestir góðir. En ég nefnilega já, hún sést þarna bak við KA. Fyrsti leikur, vígsluleikur nýju töflunar. Svona með leiklega klára skulum við renna yfir. Katrín Viljánsdóttir er búin að skora 1 mark fyrir KA Þór, Marta 3, Rakel Sara 1, Hulda Bryndís 1, Ásdís Guðmundsdóttir 1, þetta er okkar 7 mörk. Hinum megin er Ragnheiður Júlíusdóttir með 5 mörk, Þórey Rósa með 2 og Unnur Ómarsdóttir 2 og þetta eru þeirra 9 mörk. Það er meiri dreifing á sig á KA Þór. Heldur betur, þetta verður mjög fróðlegt að sjá. Þetta var áhugaverður tímapunktur hjá Gunnar fannst mér að taka leikli. Já. Svona var búin að minnka niður 2 mörk. Já. Þannig að það er spurning hvernig það er koma tilbaka núna eftir Akkurat, en aftur á móti langt sem við fengið mark úr uppstilltum sóknarleik. Það gæti orðið allt í vesinn hjá okkur ef við náum ekki að halda upp í tempói. Kemur Hulda Aldís í árás, þetta er ruðningur, ég er ekki sammála. Mér fannst Steinun ekki verið í stöðu þarna, hún hendi sér fyrir hana. Kristrún, en við erum snöggað tilbaka og Kristrún skipti þá við Karinni. Sjáum að Perla er komin inn í vinstra hornið hjá Fram og Unnur komin í smá hvíld. Við hefum búist við einhverjum innlýsingu núna frá Perlu. Kemur Karen, Ragnheiður sækir á, Aldís grimm í vörninni, Hulda reynir að brjóta Karin, Hildur lætur bolta fljóta vel, Ragnheiður komin inn að hægra megin, Matiða ver, ná framnær frákastinu. Já, vörnin allan er fann að fara fleiri stopp. Fleiri stopp og gaman að sjá Huldu varnarlega núna. Hún er búin að vera virkilega sterk framhaldleik. Þá koma þær, Hulda Bryndís til varnar við Karinni. Flott. Ragnheiður, Hildur. Já, það er vandræðagangur á sókninni. Perla fær hún út í horninu og skorar, setur henni nær hornið. Perla komin á blað fyrir framliðið. Staðan er 7-10. Sjáum að Svala Svavarsdóttir gerir sér klára að koma inn á hjá KA Þór. Já, ég held að það verður mjög spennandi að sjá Svölu koma inn. Hún er búin að vaksa mikið í sumar og undirbúningstímabilinu. Já. Hulda, Aldís, Marta, þetta er aftur í hendurnar á Þórey. Steinun, hún er ekkert eðlilega snögg. Hulda brýtur hann hraðhlaupinu og fær 2 mínútur. Já. Hún hefði getað látið henn að vera. Já, þetta var algjör óþarfi. En Siggi setur Huldu í 2 mínútna pásu. Það verður gaman að sjá eins og segið þegar Svala kemur inn og Svala hefur svona aðeins öðruvísi eiginleika heldur en Kata. Hún getur komið inn á völlin og stokkið upp og skotið. Það er svona ákveðin óg sem að verður gaman að sjá. Við tökum markmannina velli og spilum 6-6. Fram er komið 5+1 vörð þannig með Perlu fyrir framann. Ekki það að vörðin hafi verið döpur hérna fyrir. Þetta er eitthvað sem við þurftum alltaf að bregðast við þegar þær voru að spila í Danmörku og æfingaferð. Þannig að það er búið að æfa þetta alltaf. Þetta var tvígrip, þetta er brot, það fær beint í andlitið á henni. Siggi sér. Já, en þetta var að ég held tvígrip. Ég held að Stefán Arnarsson, þjálfari Fram, hafi nú nokkuð til síns máls þarna. Ég held það líka. Jæja, en það slupp með 2 mínútur á móti, það fór í andlitið Ásdísi. Salamórsdómur. Kemur Ásdís, sækir fyrir yfirendafintuna, út í hornið á Rakel, gerir klófið á henni og fríkast, Svavar flauta fríkast. Við erum að ná að tína klukkuna þess niður, 45 sekúndur búnar af brottvísunni. Nú er spurning hvort að við þurfum ekki að hendin hann, kemur hún. Nú er að fá kerfi og einhver þarf að skipta. Marta fer bara sjálf, vörnin tekur þetta. Perla fyrst. Og fattaði ekki að var enginn í markinu, Ásdís stilið þessum. Finnur Mörtu, komið 2-2. Marta sækir á Hildi og Ásdís skorar! Frábælega útvært hjá Mörtu Ásdísi. Það gerir Marta mjög vel, sótti þar báðar í sig og bjóti pláss fyrir Ásdísi. Og Ásdís líka annar boltinn sem hún er snögg tilbaka og vinnur. Vel gert.
Þessi skipting hjá Káaþór þegar Matti kom inn og var alveg á tæpasta. Ég held að Rakel hafi staðið inn á vellinum allan tíman. Já, og Ragnheiður og Karin út í hornið á Þórey. Setur henni í klofið og skorar. Þetta var einfalt, einum fleiri. Matti er að lenda í smá vesen í hornunum. Hún er ekki alveg búin að finna sína stöðu, hvernig hún ætlar að standa þegar það kom inn. Akkurat. Þá kemur Matti út, það var Rakel inn á. Þannig að við séum jafn margar í sókninni en enginn í markinu. 20 sekúndur eftir að, tæpar eftir að brottvísuninni. Ásdís, Marta kalla kerfi. Ásdís, Marta. Klippir inn Kötu. Valdís, Ásdís. Mikil átökurnar á línu, Ásdís með skot á gólfinu sem er varið og var þarna brottvísun var í það myndi að klárast og Matti hefur komin í markið. 19 myndir búnar, okkur gengur erfiðlega sóknarlega núna. Já, við þurfum að reyna að vinna hérna í barnabolta og komast aðeins hratt á þær. Við erum búin að skora síðustu 2 mörkin okkar eru búin að hraðflausmörk. Já. Og ég man ekki einu sinni hvenær markið undan koma þar. Þá er það Hildur, Ragnheiður með skotagólun, þetta er fast. 7. markið hjá Ragnheiður. Valdís með skot sem að vörnin ver og nú voru kannski farin að flýta okkur aðeins svo mikið. Já, það var svona pínu örvænting sóknarlega hjá okkur. Svo spurning hvað er langt í það annað þegar ég komi inn og fái smá staðið fyrir Ásdísi. Þá er það Marta, Ásdís Sigurðardóttir, Marta og Aldís mitt 1 og 2 fær ruðning á sitt endan, þessi er réttur. Hár rétt. Já, brösugt sóknarlega, 5 marka munur, 13-8 fram í vil, meistarana byrja vel. Þá koma þær, Karen kallar í kerfi, snýst mikið fyrir það núna að draga frá og búið til pláss fyrir Ragnheiði. Það spila mjög breytt. Já, hvað gerist núna? Karen sækir hægra megin og Ragnheiði fær bolta. Nei, Ásdís stígur út á móti, þá losnar steinin á línunni sem fær vítakast. Ásdís tók að reyndu að loka sendingunni yfir á Ragnheiði en þá losnaði bara steinin á línunni í staðinn. Já, þetta var vel spilið áfram. Já, það er eiga ráðundir yfir hverju. Heldur betur. Það var Ragnheiður á vítapunktinn. Skora 7. markið sitt í dag. Gerir það. Sett hann undir fótinn á Mattheu. Þá kallar hann Aldís út á og Hulda Bryndís kemur inn á miðuna, Marta í vinstra megin. Marta og Hulda. Hulda róar þetta niður. Kallar í kerfi. Hulda, Ásdís, Hulda, Marta. Boltalaus klipping hana. Marta, Ásdís. Já, þarna ætlaði Steinn. Og þetta er 3. bolti sem við sendum í hendurnar á Þóri. Já, það er dýrt. Það er mjög dýrt nefnilega. Það er nefnilega Steinun ætlaði út að fiska þennan. Eða Hildur sá ekki hvort það var, en við sáum við því en þá var Þóri bara mætt í staðinn. Hún er alltaf klár. Alltaf klár. Það fer annað þegar ég að gera sig klára. Já. Ragnheiður, klippa inn Perlu. Ragnheiður, Hildur, Karen, út í hornið á Perlu, þröngt færi sem hún verður Matti að virkilega vel varið. Þetta er, við viljum þetta endi þarna. Svona færum. Þetta var mjög gott. Ásdís, losa boltan, nei. Perla brýtur á hennu, Ásdís lendir illa. Hún er tæp í hnénu. Já. Harka þetta sér. Já. Góð vörn þarna. 8, 14, 22 mínútur búnir að fyrir áleik. Við þurfum marka Egill. Nú þurfum við marka. Eins og segja, 8 mínútur eftir að fyrir áleik og ef við viljum ekki missa þér ólangt frá okkur og þá verður þetta... Marta, Ásdís, skot í slána. Fekk að koma samt alveg inn á 7-8 metra. Þetta þarf bara að rata á markið. Þá koma Hildur, Kristrún, Ragnheiður, Kristrún, Kata mætt út til að brjóta blinduliðina. Það þarf að klára þessi brot samt. Já, virkilega góð vörn þarna, nú þurfum við að spila hratt. Ásdís Guðmundsdóttir er fyrst. Fær boltan í hraðaplaupi og skorar! Já. Þetta var nauðsett mark. En framararnir ósáttið að fá ekki fríkastið. Kata gekk vasklega fram. Já, Katrín gekk mjög vasklega fram þarna.
En þetta var lífsnauðsynlegt fyrir okkur. En langt síðan að við höfum skorað uppstildi sóknarleik, ég bendi á það aftur. 7 mínútur eftir að fyrir á leik, Framar í sókn, 5 marka munur. Ragnheiður upp, en nú las Matið hana. Þá koma þær. Hulda Bryndís, Marta, Ásdís. Já, koma blindi hliðina á Mörtu, hún er að lása boltan. Kata fær galoppi fær í horninu og lætur Katrínu verja frá sér. Það eru allan að opna þér, það er meirinn höfum verið að gera. Hárrétt, virkilega góð opnun. Sáum við þeim. Það er reynda að fiska. Fram ekki skoraði 3 mínútur, það er ágætt. Sjá að Steinur kom niður, hann er líklega innleysing frá Perlu. Ragnheiður kemur upp flattavörðina og Hildur, Karen og inn á línu á Perlu sem snýr af sér með Kötu undir. Já, ég veit reyndar ekki alveg. Jú, þetta var vasklega brotið en hún lendir hann mjög fljótlega aftan í henni. Já, hún snýri samt, var aldrei líklega í marktilraun hún Perla þar sem færi. Það var bara að spyrja hvað Kata var ætlaði að gera. Hún var bara löst á bakið og ætlaði að reyna einhvern veginn að ná henni niður. Þarna komu 2 mjög öflugar hraustar saman. Ragnheiður, frábær vörn hjá Huldu Bryndísi. Marta má bara róa þetta. Já, það eru svona aðeins að ná að eiga betur við Steinunni núna á línunni. Þá kemur Svala inn á og hún er komin í hægra horni Anna Þyrí. Já, ekki hægra horni væntanlega, hún er... Alltaf sé ekki fara að leysa það einhvern veginn eftir smá stund. Svala kemur inn í vinstra horni í fjarveru Kötu. Hulda klippur við Mörtu á stöðuskipti. Bara annað fyrir að vera í horninu. Ásdís er hérna fyrir miðju. Já. Marta sækir á Ásdís. Engin ótímabær skotstelpur því að þá fáum við bara markið, aukt markið. Gunni kallakerfi, innleysingu frá Önnu Þyrí. Mínútu eftir að brottvísunni kemur innleysingin. Hulda, Marta. Það fyrir að fá óg. Já, skotið stöngina, markið opið, þetta er Steinun. Og hún skorar í aukt markið, 9-15. Þá er það enn og ný. Hefst sókn okkar stúlkna. ...30 sekúndur í mannin. Já, Anna leysir. Ásdís sækir á Hulda Bryndís. Fyrir ágætisfintu hana. Og Ásdís Guðmund skiptir. Ótímabært kannski. Sem var ekkert að frétta. Perla brýtur hérna Ásdísi. Ásdís reyna að gera aðeins meira úr þessu. Já, það er allt í lagi. Aðeins að krydda. Salt og pipar. Perla ætlaði að fara að fiska Huldu þarna. Opnar í staðinn fyrir Mörtu. Opnar fyrir hotni fyrir Kötu. Nei, Svölu. Sem skorar. Frábælega klárað. Dagaut er aðeins búin að vera að kenna henni í horninu. Já. Það koma framarðið hratt. Brottvísunni búinn inn hjá K.A. Þór og það vantar ennþá mannin inn á. Það skoruður snöggt mark þarna framarar og leiða því 16-10. Ásdís inn á línu, þetta er fótur á fram. Já, sendi bara í fótinn á henni, þetta er alltaf fótur, þetta er alltaf 2 mínútur. Sá að Kristjón var eitthvað að spyrja Svavar hvað var að dæma á þetta. Já. Marta, Hulda, Hulda Bryndís, út í hotni á Kötu. Nei, Svölu fyrirgeðu. Klára Svala. Frábælega klárað hjá Svölu. Sterk innkomið á Svölu, komið 2 mörk núna á 2 sóknum. Óhrætt við að fara inn hana, mjög vel gert hjá Svölu Svavarsdóttur. Þröngt er 2. Já, Karen klippir inn Ragnheiði, Hildur. Það er lítil ógn frá Hildi, ég vil sjá okkur reyna að nýta okkur það. Og það var sem betur fer. Nei. Já, sem betur fer. Út fyrir teginn þegar hún tók. Því að boltinn var á leiðin í hendur Framara. En flaut hann á þetta? Fekk hún ekki bara boltinn í hendurnar? Lili línsending? Bara, þekki það ekki. Já. Fumble. Það var að sókn. K.A. Þór. Það er nú getur aðeins til stöðuna. Já. Svala missir hann hana. Það hefur maður stilla upp á nýtt.
Ásdís, Marta, Hulda, út í hornið á Svölu, Svala í sjóðheit, en ágætis vörn hjá Þórey þarna. Lítið að gerast, styttist í hendina. Hálfrétt, klaufagangur, Svala fer bara upp, sem að vörnin tekur og tíðperk kannski og Þórey fremst í hraðarplaup. Og ver. Skorar. 17-11 staðan. 2 mínútur eftir að fyrri. Þá það Hulda á miðunni, kalla Ásdís út. Hulda, ógnar, vel gert hjá Huldu, Ásdís. Það kannski betur sent hann bara. Já. Og klaufalegt, misjöfni línusending hjá Mörtu, Ragnheiður frem á steinunni, sem skýtur í stöngina og þetta innkast eiga K.A. Þór. Sér bara vel lokað Matu. Já, mjög vel lokað, hann hafði enga möguleika hann skjóð þar í stöngina bara. Nú þurfum við mark. Það væri vel þegið. 1:10 eftir. Þá stillum við upp. Það lítið að frétt í sóknarleiknum Egill. Já, þetta mikið á ótímabæra skotum og svona núna síðustu 2 sóknir hefur verið að missa boltan svona klöfulega. Marta, 2 línur, aftur beint í hennar á steininni. Þórey, hún eldfljót og skorar. Já, það eru 40 sekúndur spurning hvort við náum, bara einni sókn. Fara inn með það í leikhlé. Já, núna þarf einhver aðeins að taka skari líka fleiri en einn í sóknarleiknum að draga í sig menn. Já, engin spurning. Það að koma hérna einn hægri eða hvað, nei, Ísland hægri. Kaíró hægri, hvað sem við viljum kalla þetta. Ásdís. Já, Ásdís. Aldís við skot að gólfinu sem syngur í netinu, frábært skot. Nú að vera snöggar að bakka. 10 sekúndur. Já, Kristrún. Stefán ósáttu við. Veit ekki alveg hvað hann að... Ég veit ekki hvort hann vildi hafa minni tíma eftir en... Hvort hann hafi verið ekki sett spjaldið á borðið. Hann væri kannski bara að ráða nýta þetta leikleik sitt og... Tala við liðið. Já. Hann hundfúll. En HSI sendi ekki eftirlitsmann á þennan leik sem hefði getað leyst úr þessari flækju. Sigurður Hjörtur leysti þetta með ritaraborðinu. Já. En 13 sekúndur eftir á klukkunni. Og já, staðan 11-18 fyrir Fram. Af 18 mörkum Framara Þóri Rósa búin að skora 5 og Ragnheiður Júlíusdóttir 7, Karen Knútsdóttir með 1 og Unnur Ómarsdóttir 2, Steinunn Björnsdóttir 2 og Perla Rut Albertsdóttir 1. Hjá K.A. Þór ekki Marta 3 og hérna Ásdís Guðmunds eru báðar með 3 mörk. Já, 2 mörk á Svölu og Aldís Ásta 1, Katrín 1. Hérna kemur sóknarstaða Ragnheiður. Þetta fáránlega vel gert og bara ekki neitt. 5 sekúndur eftir, við getum náð marki sem var ágætis tilraun svo sem og fyrri hálfleik lokið. Þá fáum við okkar besta steppa til að skjóta tölfræðin upp á skjáin fyrir okkur. Þetta var mjög áhugaverð síðustu 13 sekúndur. Já. Það frábært spil hjá Fram og bara, ég veit ekki hvað, já. En það sjáum við mörkin á K.A. Þór sem við vorum að renna yfir. Marta og Ásdís markahæsta með 3 mörk hvor, Svala 2, Aldís, Katrín, Rakel og Hulda Bryndís með 1 mark, Mattea með 7 varðabolta. Kíkjum á tölfræðina hjá Fram næst. Ragnheiður Júlíusdóttir 7, Þórey 5, Unnur 2, Steinunn 2, Karen og Perla 1 hvor. Katrín Rós Magnúsdóttir skráð með 2 vörslur. Já. Hér sjáum við síðan vítaða nýtingu og annað, lengsta markaruna, mesta fórusta. Þetta Fram búið að vera yfir allan leikinn. K.A. Þór hefur aldrei verið yfir í leiknum. Bæði lið með rúma 4 mínútur í markaþurrð. Sjáum skiptingu markana. Þar eru 4 mörk frá Fram úr hraðaplaupi og 2 manni fleiri og 1 í autt markið. Þetta dýr mörk.
Já, svo líka bara tapaði boltar í okkur, eru ómargir. Það bara svoleiðis. Og hér sjáum við tímalínuna koma upp á skjáinn. Eina uppáhaldsfítursunum mínum í KA TV. En við sjáum það mikið skorað fyrstu tíminn í leiknum, hraður handbolti. Og svo fer Fram að sigla fram úr. Þegar líða tekur á fyrir hálfleikinn og 6 marka munur í hálfleik. Við ætlum að taka okkur smá pásu. Minnum að sjálfsögðu á KA TV söfnunina. Styrktarreikning okkar KA-manna eftir að búnaði okkar var stolið í sumar. Við viljum endilega halda áfram að sýna ykkur frá úr bestu mögulegu gæðum frá leikjum KA og KA Þór og minnum hérna á styrktarreikning. Við tökum okkur smá pásu í Egill. Heyrumst að Vörmuspori. Heldur gott.
Já, verið velkonir aftur að viðtækjunum á heyrendur og horfendur góðir. Við erum að vera klárir í seinni hálfleikinn úr K.A. heimilinu. Leik K.A. Þór og Fram í Ólafsdeild kvenna. Það eru Framarar sem leiða með 6 mörkum. Og hér er allt komið af stað í síðari hálfleikinn. K.A. Þór byrjar í sókn og getur minnkað í 7 mörk, minnkað í 5 mörk. Marta, þetta er sama. Nánar saman byrjunlið, annað fyrir er á línunni hjá K.A. Þór, annars erum við með Kötu og Rakel í hóðunum, Aldísi og Huldu í skittur og Mört á miðunni. Hérna kemur skot frá Huldu sem að Katrín veri í marki Fram. Og Kristrún sækir upp, Ragnheiður upp í loftið og skorar 12-19, Ragnheiður með sitt 8. mark í dag. Já, þetta er kannski ekki alveg byrjunin sem við vildum fá hérna í seinni hálfleikinn. Nei. En það er nóg eftir. Það er nóg eftir. Ákomaður, Marta, Hulda. Marta, Aldís Ásta sækir á, Marta, Hulda sækir á líka, klippir inn Rakel Söru, Rakel Söru allar í árásmiðl 1 og 2, fríkast dæmt. Þær eru ansi grimmar hérna í vörðinni, bæði Perla og Ragnheiður. Já, það sýnir kannski best á við sem búin að skora 12 mörk og 2 skot varinn hjá Fram. Já, Svavar í einhverju vandræði með, veit ekki hvort það sé headsetið eða púlsmælirinn sem er hérna. Sennilega einhver tengistöð fyrir headsetið. Samskipti búnaður. Já. Þetta er svo fyrirliðavand. Fyrirliði. Svavar er fyrirliði í þessu dómaradúetti. Þá koma þær Marta, Hulda. Hildur hótar hann að fiska. Aldís á Huldu. Aldís sækir á. Þetta voru mörg skref. Steinu grípur þessa línsendingu en Aldís stoppar hraðplaupið. Nú þarf að vera að snögga tilbaka. Ragnheiður, mikið plás. Settir yfir á Hildi, þessi bolti er út af. Hildur greip þar hann ekki, sé betur fyrir okkur. Við erum búin að vera að láta það fá allt og mikið af boltum. Marta með skotagólun og skorar. Það gerir Marta vel. Þetta er hennar signature skot. Heldur betur, sinni bestu stöðu. Já, Hildur, Steinum greip þennan, víti og 2. Já, Marta ítti þarna eftir henni. Spurning hvort það er Já, hún er í lagi með hana. Marta er nú ekki vön einhverju svona, enda segir hún að hún hafi fætt 2 mínútur. Já, og markið gott. Þannig að við erum einu færri næstu 2 mínútur eða svo. Við erum bara svona að sjá samt núna í fyrstu leikjunum bæði hjá Köllunum og stelpunum líka núna að dómarnir eru ekki eins mikið að reyna að gefa rauð spjöld og var síðasta vetur. Nei, sem betur fer, það var svolítið mikið að þeim. Og við tökum Mattheu af velli og spilum 6 gegn 6. Það er ekki 3 sóknir ef Gunnar spyr hvort það þurfi hvíl í 3. En náttúrulega Marta fekk brottvísun. Þannig að það gildir ekki, þyrkja svona hvíldin. Anna í vandræðum. Ásdís, Aldís. Anna með flotta blokkeringu þannig að Ásdís skýtur í kontakt og fæ fríkastið. Aldís er að reyna núna að sækja þetta alltaf á. Já. Hann líka fekk hörku blokkarnar frá Annu Þyrí. Spurning hvað Annu Þyrí gerir núna. Þetta er stórleik hérna þegar við unnum Fram á heimavelli fyrra. Já. Ákomaður, Aldís Ásta Heimisdóttir sækir á. Það er hérna ágæti skotfærið þessi framhjá. Ekkert blaut það á þetta og Kata er snögg að skipta og Matti er komin í markið. Ákoma Framararnir hratt. Kristrún, Steinur ekki frá. Mikið opið. Já, en Kristrún róa niður og skiptir út af. Vinna kemur Karen nokkuð Knudsdóttir. Sendir Hildi á miðuna. Nú ætla þær að bralla eitthvað saman, Ragnheiður og Perla. Sækja breytt. Mikið pláss núna fyrir Hildi sem opna fyrir, nei Karen sem opna fyrir Þóreyju. Þetta er bara beint úr teiknibók Stefáns Arnarssonar. Skila marki. Ef ég myndi velja einhvern hærháttamæni þessar deild til að klára færi mín, þá væri það sennilega Þóri Rósa. Það er alveg til að fá hana. Já. Til að klára öll færi. Já. Frábær háttamæður. Þá er það aftur tökum við Mattheu af velli og spilum með aukt markið, 6 í sókn. Og Siggi stoppar á boltinn á vellinum. Og mínus í kladdan hérna hjá í umgerðarskýrslunni. Skýr skilabor frá Hatt á mæknum, engi boltar í húsinu.
Það var að Hulda og Hildur stoppar flæðið í sóknuleiknum okkar. Þetta skemmtileg útvarsla hjá fram þarna. Hóta fiskaboltan svolítið. Ásdís með skotin Katrín Ver. Katrín komin í gang, búin að vera inn á 2 skot í markinu í seinni hálfleik, upphæð seinni hálfleiks. Þetta var ekki vitlaus styrnun hjá Ásdísi. Nei. Og Marta komin inn á. Jafnt í liðum. Það er að reyna að kveikja smá stemmingu. Staðan er 21-13. 8 marka munur. Hildur, Karen, Hulda reynir að brjóta henni. Og nær því. Og það stillar upp á nýtt. Og Karen klippir inn Þórey. Og Hildur. Ragnheiður, Karen missir hann. Og það var Rakel sem er komin inn að langfremst, en nýta hann ekki, heldur kemur Ásdís á siglingunni. Ragnheiður ná blokkana vel. Út í horn á Rakel, en góð vörð hjá Ragnheiði og Perlur síðan sem er mætt. Ragnheiður var fljóta átt að sé að Rakel var komin upp og lokaði vel á sendinguleiðina. Já. Kemur Haldís í hornið. Já. Spurning hvort ég ætla eitthvað að klippa hann inn. Það er spurning. Hulda. Ásdís, Marta, en Perla tekur hann í fangið. Ásdís skipti, Kata komin inn á og þá kemur Aldís í skiptuna. Þetta er svona frekar hægt, Þórey og fleiri vörð framar að benda á það, lítið að gerast. Aldís kemur í árás, skot sem var í fyrsta vörðin og síðan að Katrínu. Hún með langarsendingu fram, beint í hendunar á Steinunni, sem skorar. 22-13, 9 marka munur. Við höfum ekki skorað í 3 mínútur og 46 sekúndur. Og komið 3 mörk í röð frá fram. Þetta er þungt núna. Það eru fáa lausnir sóknarlega. Já, þetta framlið er alveg óbóðslega gott. Marta, Aldís, Hulda. Aldís, fótur á Steinunni. Já, nei, Hildi fyrirgefið. Já, annað fyrir þar að koma út fyrir punktalínu til að taka fríkastið. Já, svona aðeins blokkaði hana í þeirri leið. Já. Það er það Marta, Aldís Ásta, Marta, skotagólfinu sem syngur í netinu. Já, það virðist fátt vera að frétta því miður nema þegar Marta tekur á skarið. Já, svo spurning bara hvað Gunni er búinn að æfa mikið, hvort það færi 7 og 6 á eftir eða ekki. Já. Það er það Kristrún, Hildur, Kristrún. Hvort við náum að saksa eitthvað á framarna meira þannig. Já, það er spurning. Það er allt hægt. Það er allt hægt. Komaður, við sýnum sem til að koma út hún Steinun í Kaíró. Hildur, vá, einföld leysing hann að Rakel Sara gleymdi sér. Og Perla fekk galop í færin á línu. Hún lætur ekki bjóða sér það tvisvar. Og Marta, Aldís Ásta. Hulda Bryndís, Marta, Aldís missir hann, Perla stelur þessum. Og hún er í miklu kapphlaupi við Rakel sögur upp völlinn, Rakel hleypur utan í hana, hún skorar. Og Rakel fær 2 mínútna brottvísun. En Perla stendur á fætur, sýnist mér. Já, þetta var svona íshokkítækling hjá Rakel. En ótrúlega að Perla skildi hafa náð að skora þarna. Það var virkilega vel gert hjá Perlu. Já, virkilega gert hjá Perlu. Ekki máttum við kannski við í að missa manna velli í þessari stöðu. Nei. Staðan 14-24. Og kemur Ásdís Sigurðardóttir inn í hornið. Gunni fer að munda leikjarspjaldið. Já. Marta sækir á. Hulda Bryndís. Já, Aldís Ásta. Marta sækir á. Á. Vörn framara ógnasterk. Hulda Bryndís. Dripplar þarna fyrir framan vörn. Framara. Og frábær línusending annað þeirri með skotumark. Það er vel gert. Já. Vel gert, mjög vel gert. Þá er þetta bara klassiska, ein vörn eða markværsla. Já.
1-1. Við Framarar einu fleiri núna. Þær hafa spilað, vá, þetta er frábær línseggi á Hildi. Tæpa 2. Já, meiri segja tæpa 2 hérna. Það komaði hratt, Hulda Bryndís. Og miðun á Mörtu, það vantar ennþá aukamannin okkar inn á. Hvað gerist? Það er hérna ennþá ógna á markið. Ok, nú vantarlega kemur Matei í skiptinguna eða hvað, 30 sekundur eftir að brottvísuninni. Nei, Gunnar ætlar að hafa hann inn á. Gunnar ætlar að hafa hann inn á. Hættileg sendingin á Mörtu. Kemur í árás, Hulda Bryndís, út í hornið Ásdísi. Ásdís kemur með til yfir þetta fynduna. Já, þarna þekkjum við Ásdísi Sigurðardóttir. Alveg frábærlega gert í Ásdísi. Perla vissi ekki hvaðan þessi stóð veðrið. Það kemur Ragnheiður sæki breytt. Hildur, Ragnheiður, yfir á Kristrún út í hornið á Þórey. Og setur hann yfir hausinn á Matti og marki gott, 16-26. Já, nú fer Gunni labba með leikliðspjaldið og mér... Ólöf Maren verið að fara að koma inn á. Hún er alltaf að fara að gera sig klára. Já. Markmannsskipting. Akkurat. Ungur og efnilegu markmaður Ólöf Maren. Já, hvað, 16 ára? Jú, hún er fædd árið 2000... Nei, hún er sennilega 17 að verða... 9 árið 17 eða á 17. ári. Hún fædd 2002. Þá er það Marta, Hulda. Hulda með skot sem að Katrín ver og þetta er Inka... Nei, aftur fyrir, fór það. Já. Framarar þetta komið sókn. 10 mínútur liðnar að síðari hálfleik, 10 marka munur. Karen, Unnur, Ragnheiður, Kata kom blindur hliðina á henni. Hildur horfir ekki eins og á markið. Spila. Þetta var enda fótur, það var dæmdur fótur átt í fyrirhálfleik. Marta, já, Kata róar, vel gert hjá Kötu. Halda samt tempóna áfram. Já, Ásdís fyrir á Unni, inn á Mörtu. Marta með pláss núna með skot sem vörðin tekur og síðan Katrín. 3 ára og 2 hana. Já, og Hulda Bryndís sem mætti baka og hyrði þennan. Nú koma Kata. Já, Marta og Kötu. Sem skorar. Æsilegt. Já. Það sótti Marta vel í sig. Já. 17-26. Nú er komið skipting hjá Stefáni, leikmann nr. 23. Lena Margrét Valdimarsdóttir komin inn á hægri skiptuna. Hann er fann að rótera liðið núna í fyrsta skipti í leiknum. Hann er búinn að spila mikið á sama liðinu. Og við vinnum boltan. Já. Marta tekur ákvörðun. Kata, Aldís. Haldið. Já. Já, frábær vörn þarna hjá Steinunni. Það er leikhlé. Já. Já, ákvað leikhlé hjá Gunnar. Já, við erum ennþá eitthvað greinlega ennþá verið að reyna að læra á nýju klukkuna og við gefum því það nú alveg. Já, já. Þetta er ekki... Fengum þetta smá pröfukeyslu í gærkvöldi. Já. Klukkan var komin upp bara fyrst í gær og smá pröfukeyslu í gærkvöldi og svo erum komin í gagni núna. Við sjáum hérna markaðistu menn Framara. Ragnheiður Júlíusdóttir með 8 mörk, Þórey Rósa með 7, Steinunn Björnsdóttir með 5, Perla 3, Unnur Ómars 2 og Karen Knútsdóttir með 1. Hjá okkar stelpum er Marta markahæst með 5 mörk, Ásdís Guðmundsdóttir 3, Katrín 2, Svala 2 og Aldís, Anna Þyrí, Rakel Sara, Hulda Bryndís og Ásdís Sigurðardóttir með 1 mark hver. Við sjáum núna að Ólöf Maren er að koma inn. Egill, nú er þú kannski minnur en ég. Er þetta fyrsta innkomin á Ólís? Kom hún eitthvað í fyrra? Gæti verið að hún hefði átt einu innkomi fyrra. Já. Æja, við þorum ekki að fara með það. Þorum ekki að fara með það. En hún er inni fyrir staði fyrir mömmu sína, Selmu Malmqvist, sem er lítilega mitt. Já. Við sjáum að Gunni er komin í 7-6. Þarna vorum við heppin að fá ekki 2 mínútur þar sem Ólöf hljóp inn í markið en við ætlum að spila 7-6. Þetta hlýtur að vera eitthvað. Þetta hefur verið vont. Þetta er eiginlega hættulegt. Perla er að fá 2 mínútur fyrir þetta.
Vonum svo heitt og innilega sé lagi með Mörtu. Ég veit ekki bara svipaði hjá Mörtu í fyrri hálfleik. Nei, fyrri í þessum hálfleik. Jó. Þetta er óvilja verk, það er engin ílska í þessu, en Marti staðan á lappir. Þetta var þungtögg. Já, þetta var þungtögg nefnilega. Kvartar hann í kjálkunum eitthvað. Spurning hvernig Gunni bregst við þessu. Nú erum við konar einum fleiri, hvort hann taki og spilið 6 á 5 með hann á Ólöf í markinu. Já, hann gerir það. Marta heldur leik áfram. Nú er tækifæri. Já, nú er tækifæri. Hárrétt Egill. Spurning hvað Aldís gerir hérna. Leysir inn. Leikmaður kominn inn. Já, Marta fær að velja, sendur hann beint á Ragnheiði. Og það er Steinun. Hún er fremst í flokki Kata á eftir henni. Kata alveg að tefla á tæpasta var. Já, Steinun hundósátt með hana. Þeir töða þarna til skipti Stefán og Mummi. Guðmundur Árni. Ég við því að við skulum ekki láta það vera hraðaplaupunum. Skil vel þeirra gremju. Já, nú er spurning hvort að Marta með ekki bara fá smá hvíld. Egill. Já, ég er sammála. Greinilega pínu eftir höggið. Ná smá áttum. Sýst Arna Valgerður að vera að gera sig klára. Já. Marta leysir. Aldís Ásta. Hulda Bryndís fer sjálf. Vítakast, nei. Vel gert hjá Huldu. Gott gegnabbrot. Þetta er hennar annað mark. Já. Og Stefán tekur Katrín af velli og það koma 6 í sóknuna. 40 sekúndur eftir að brottvísunni. Steinun. Ragnheiður. Lena hann á miðunni núna. Karen hægra megin. Klippir inn Þórey. Lena með skottak gólfinu og skorar vel skotið. Skemmtileg hreyfing hérna. Kemur, nei, Aldís út í hornið á Rakelsöru, sem sækir á, fer bara í skot og klínir honum í skeytin. Virkilega vel gert, kom óvart þarna. Já, þetta var, ég bjóst ekki við þessu. Nei, annað marki hennar í dag. Þetta var bara klínt upp í skeytin. Já. Það var orðið jafnt í liðum. Perla komin á línu, Steinun fær hvíld. En Karen og Ragnheiður það spila áfram. Unnur í vinstra horninu, Þóri hægra, Unnur leysir inn. Aftur út, kemur Karen, boltinn gengur hratt hjá frömmurum. Inn á línu á Perlu, virkilega góð sending og Perla klárar. Frábær sending á Karen, hann inn á Perlu. Tíu marka munur, 14 mínútur búnar. Nú finnst mér líklegt að Stefán Arnarsson fara að rótfæra liðið sínum svolítið. Annað væri nú hálf. Já, það verður skrítið. Já. Aldís, Marta, út í hornið á Rakel. Rakel, kemur nú Huldu, sendingin ekkert sérstök. Það er hérna einhver skrítinn taktur í þessum skiptingum 7 og 6. Ólafur komin í marki núna, við erum hættari 7 og 6. Hulda, hendin uppi, Marta með skotagólunu, Katrín ver. Og komaði hratt Lena, Ragnheiður, út í hornið á Unni. Unnur sækir á, Ragnheiður upp, framhjá. Framhjá, lokaði vel hann Ólöf. Vel lokað. Já. Komum við í 7 og 6, sóknirnar okkar lengi að byrja. Marta sækir á, Aldís. Já, Marta, Kata, Marta, Aldís, Hulda í gegn og skorar, vel gert. Þarna skilaði 7 og 6 mjög vel. Fyrsta skipti. Já, hárrétt, skref á Steinunni. Þetta var frábært hjá Kollvík. Já, virkilega skemmtilegt. Og þarna út hérna og aðeins svipa hana. Já, var þarna einmitt löglega frá. Hefði getað fengið 2 mínútur ef hún hefði verið nær.
Þá koma okkar stelpur. Marta vinstra megin, Aldís á miðinni. Marta, Aldís sá eitthvað hérna hætti við, sendir henni á Þórey en Frábær sending. já, út í hornið á Kötturinn skorar á nærhornið. Vel gert, 2 mörk í röð frá okkur. Aldís fljóta átta sig. Já, og nú væri bara gaman að sjá hendin upp. Þetta er í annað þriðja skipti í leiknum sem að Katrín kastar honum ekki á samherja. Hvað það aftur núna? Já. En Siggi gefur henni viðvörun og nú er hún komin í markið. Heiðrún Dís. Heiðrún Dís. Lena, Karen, Ragnheiður. Karen fær hann aftur, Ragnheiður á miðinu núna, Lena fær hann. Boltinn gengur hratt inn á Perlu. Marta hélt svona aðeins í hana en það var ekkert þrautað. Þá koma þær. Marta, Ásdís Guðmundsdóttir hægra megin. Marta sækir á. Mark. Já. Þetta var góð setjumfylgja. Já, 3 í röð frá Káa Þór. Og fljóta tilbaka. Ragnheiður. Perla var þarna alveg á línu. Karen sækir á út í hornið. Þórey Rósa. Slá inn en Unnur tekur frákastið og skorar. Já, Rakel var búin að stela metrum hana. Og svo sem Ásdís Guðmundsdóttir líka. Nokkuð vissum að það er allavega Unnur að bíða. Já, ég með skiljilega munur minka þetta aðeins lengra niður. Já. En 8 marka munur, 30-22. Mikið er búin að fá 30 marka á sig. það er alltaf mikið. En Við þó búin að skora 22. já, þetta framlið er einstaklega gott. Marta, Aldís inn á línuna önnu þyri, annað þyri fyrir alla leið og skorar. Já, frábærlega gert. Já, Anna þeir í alveg nautsterk á línunni. já, mjög vel gert. Og þá kemur Karen inn á. Kristrún ætlar að spila sóknina, Ragnheiður fær smá hvíld. Já, Kristrún ætlar að spila vinstri skiptuna. Já, þess byrjar að rótera. Já. Hulda Bryndís stelur honum. Já, hárrétt. Nú bara spurning hver eru snögga fram. Marta stingur niður, Hulda. Já, rómaðist niður. Svona uppstildur sóknuleikur hefur aðeins verið að batna hjá okkur núna það síðustu 2-3 sóknir. Já, Marta í skot í kontakt, það er fríkast. Ólöf Grey er bara í sprettaðingum hana. Já, það hefur ekkert á hana. Nei, það hefur ekkert á hana. Stefán. Kvartar í dómurunum, hann hefði fengið fríkast hérna. Aldís. Hulda, róa niður. Perla er að spila hana svona plusvörd hana, svolítið fyrir framann. Marta sækir á bara upp og skot í stöng. Rakel er ekki í frákastinu. Og innkast sem fram á. Þetta var fast hjá Mörtu. Það vantaði svona aðeins að annar línumaður kannski átti að sjá hvað Perla var að spila framalega og nýta sér það pláss eða jafnvel blokka Perlu. Akkurat. Hér kemur Kristrún, Hulda fyrir út og brýtur á henni. Frábær vörð, Hulda. Já, alveg á tæpastu hvort fríkast var eða ekki. Hún náði í rauninni bara boltanum. Já. En Hélt aðeins í hana, hélt aðeins í hana. Gefum sig á... Já, við erum að spila vel núna. Perla, Lena, Karen, sækir á. Lena með skot framhjá. Já. Það eru bara einfallega ekki að hitta marki núna í síðustu skipti. Nei, hún er að loka vel Ólöf. Hulda sækir á, já, fullt af plássi, Marta, Aldís. Halda pressun á þeim, Hulda. Hætti við að gefa út í hornið. Marta inn á línu og önnu fótur. Já. Þetta var reyndar ekki fótur hinum einn á þeim. Nei. Svona alveg tæpu dómur. Já. Kemur Ásdís inn á 7-6. Spurning hvort að Perla fari fyrir framann aftur. Já. Stefán var ekki glaðið með Sigga og Svavar hana. En Aldís með sendingu sem er ekki góð. Fekk hérna smá púss í sendingunni og Steinunni er ekkert eðlilega snögg fram. Og skorar í autt marki nánast. Þá er Arda Valgerður Erlingsdóttir komin á miðuna, gaman að sjá hana á handboltavellinum aftur. Já, hún á eftir að draga þetta allt í sig núna. Já. Hún er mjög snjall handboltamaður. Klárlega. Dóttir Erlings Kristjánssonar. Arna
Sækir á. Og Hulda Bryndís út í horn á Rakel. Rakel fær vítakast, já, hún var inn í teig. Stóð fyrir inni. Já, fínt. Já, eins og ég var að segja þá er Arna Valgerður búin að glíma við þrálát meiðsli í öxl. Hné líka. Hné, bara gríðarlega, já, mjög langur og ótrúlega gaman að sjá hana koma núna inn á. Og Marta klúðrar en nær frákvæmstinu sjálf og skorar. Tæft var það svolítið sko. Já, vel varið á Heiðdísi. Þá koma framarðið hratt, þær eru ekkert hættar. Karen. Og Hulda með ennina, frábæra vörðina, tvígrip dæmt, já. Stefán er svona, já. Þetta er hárrétt. Hárrétt, takkar rétt í stað. 31-24, 7 marka munur. Við erum eftir erfiða byrjun á seinni hálfleik búin að gera vel. Já, við erum búin að gera mjög fínt núna, svona hvað, frá 10. mínútu í seinni hálfleik. Já, eitthvað svoleiðis, frá að Gunni tók leiklið. Koma þær. Arna Valgerður klippir inn önnu þyri. Hefur síðan stöðuskiptið við Mörtu. Marta, Arna Valgerður, Marta, Hulda Bryndís. Sækir á, en Perla er först fyrir. Arna sækir á, alltaf bara upp í skot og skorar! Já, vel gert. Frábært skot hjá Hörnu. Eins og kannski áhörundu sá að þá er hún búin að glíma við erfið meiðsli í öxl. Já. Höndi fór ekkert rosalega hátt upp. En skot sér það fast og hnýtniða. Þá tekur Stefán Arnarsson leiklið. Já, ég skil það vel. Já, 25-31. Fram bara búin að skora 1 mark núna síðustu, hvað, 10 mínútum eða eitthvað? Já. Já, spurning hvort við fáum ekki bara tölfræðin upp á skjáinn hjá hann og Stebba okkar. Byrjum á tölfræði heimaliðsins. Hún kemur hér, Marta Hermannsdóttir markaðist með 7 mörk, Katrín og Hulda og Ásdís með 3 hver. Anna Þyrí, Rakel Sara og Svala með 2 mörk, Aldís Ásta, Arna Valgerður og Ásdís Sigurðardóttir með 1 mark hver. Mattiða með 7 bolta varða, Ólöf ekki ennþá komin á blað með varið skot. Og þá fáum við gestina. Það eru nú aðeins færri sem hafa bitist það að skora þetta 31 mark, en Ragnheiður með 8 mörk og Þórey og Steinun báðar með 7. Perla Rut með 4, Unnur 3, Karen 1 og Lena 1. Og Katrín Ósk með 7 varðabolta, það er að 5 í seinni hálfleik og Heiðrún fyrirgefið með 1 varið skot, það var vítagastir á Mörtu. Já. En við bara reyna að halda þessu dampi áfram og sjá hvað það gefur okkur í lókleiks. Engin spurning. 7,5 eftir. Það var leikurinn farin í ganga á nýjan leik. Karen er ennþá á miðinni, Þórey á hægra horninu, Lena vinstra megin, hægra megin, Ragnheiður vinstra megin, Perlin á línu. Og hér leysir Þórey inn. Lena, Karen. Sjáum að Mattiða komin aftur í markið. Já, og þetta syngur í netinu. Spurning hvað áhersluatriði Stebbi hefur sett á varnarleiki núna. Búið að vera mikið góða sóknir hjá K-Þórliðinu. Já. Marta, Arna Valgerður, klippi við Huldu. Hulda á Mörtu með skot á gólfinu í slána. Og þetta inn á K-Þór er það ekki? Ok, ég hef nú sett varið á Heiðrúnu þarna. Jæja, það er gott ég er ekki dómari. Tæpar rúma 6 mínútur eftir að þessu leik. Fram með 7 marka fórustu, það er allt hægt ill. Það er allt hægt, það er bara, ég held þetta eftir að snúast meira á það, hvað við náum að minnka þetta mikið niður. Já. Karen, Perla, Þórey leysir inn. Ragnheiður. Einhver svona smá barningur. Já, einhver smá barningur hérna. Þórey ekki ánægð með Önnu Þyrí hérna sem ætlaði ekkert að leyfa henni að leysa á reyttir inn á línu. Baðað út vöngunum og stoppaði hana. Já. En áfram heldur leikurinn. Karen Knútsdóttir á miðunni stýrir spili gestana. Ragnheiður með frábæra sending út í hornið. Það er tegið þarna á K-Þórvörðinni. Karen. Fljóta stoppi guttil. Já. Og Karen með skot sem Mattiða ver. Þetta var fast. Mattiða varði vel. Það voru Arna Valgerður. Sækir á Marta. Hulda Bryndís gegn Perlu. Reynar snúan af sér. Finnur Rakel í horninu. Rakel inn og þröngufæri. Fær vítakast. Hárrétt ítt í hennar. Vel gert hjá Rakel. Óhrætt að fara hann inn. Búinn að fiska 2 víti í þessum leik úr Rakel Sara.
Marta. Klórar hún ekki 2 í röð. Nei, setur hann upp í núna. Nei. Já, það er bara sama stað. Sama stað. Já, 6 marka munur, 5 mínútur eftir. Og það sé að Steinunn Björnsdóttir er að gera sér klára að koma aftur inn og þannig að Stefán er... Hann er ekki alveg að hverjast á þetta flæði sem hann vildi fá. Nei. Steinunn var nánast komin úr skónum, þetta var svo öðrugt náðan. Koma þær. Ragnheiður. Marta og Hulda brjóta henni. Koma boltanum út á Þórey. Svo setur hann í fjær. Vel gert hjá Þórey, frábærlega klárað. Þá kemur Kolbrún inn á. Já, gaman að sjá Kollu koma inn. Já. Kolla búin að vera mjög dugleg í sumar að koma sér aftur inn á völlin. Já. Koma þær. Gaman að segja frá því að fyrir utan markmann er þetta allt heima aldarstelpur, uppaldarstelpur hjá okkur. Bara á mismunandi aldurstímum, mismunandi tímum. Já, við getum sett mjög mismunandi. Já. Breytt bil. Breytt aldurspil í liðinu. Arna stýrir spilinu á miðinni. Kolla hægra megin, hann leysir Rakkelsar inn. Kolbrún, Arna Valgerður. Hulda Bryndís út í hornið á Kötu. Hulda. Arna með skot á gólfinu í stöngina. Út af framfæringastið. Ópi með skot til Arna hana. Mjög svo. Stöngin inn á hann, stöngin út. Já. Núna. Þá koma framarar, 3,5 eftir, 7 marka munur. Og Ragnheiður. Frábær sending á Karen. Já, inn á Perlu. Nei, ég láti þetta vera. Kemur Kolla og sækir á. Fyrir upp í skot og skorar. Frábær skot hjá Kollu. Þá koma hratt framarar, þær er ekkert að hægja á. Þráttur að vera að koma með þetta lína á Perlu. Nei, mér sýnst fram að vilja meira þótt að fórustan sé góð. Akkurat. Þetta stýrir spilinu, kalla kerfi. Svala komin inn í vinstra hornið. Missir hann. Út af. Það koma sér tilbaka. Steinunn skiptir út af, Karen kemur inn á. Já. Sigurinn klár framara, en það var spurning hvernig við endur leikinn. Við viljum geta byggt á þessu, Káa Þór. Þá klippaði Þóru inn og Lena leysir hún unnur dauða frí og skorar. Annars skipti hann sem að mér sýnist Rakkelsar að gleyma sér innleysingunum. Hulda Bryndís sækir bara strax á þetta, upp í skot og mark! Já, frábært skot. Meira svona Hulda. Ólöfleg miðjan, heil leifin að koma, Steinunn, Perla. Skorar. Fljótar að svara. Já, þetta er svona hraðblöfsæfing pínuna. Komið 3 mörk á 21 sekundu. Já. Spurðu hvað þetta verður í grafíkinni. Já. Nú verður það Rakel sækir á, Kolla. Já. Níutíu sekundur eftir, Arna klippir inn Svölu, Svala þar upp. En Heiðrún Ver var mætt í hornið, las þetta skot frá Svölu. Svala hefur nefnilega þessa ógn, hávaxinn og góð skytta. Já, búin að hækka höndin alveg rosalega mikið síðasta árið. Já. Þá kallar Stefán Steinunni enn eitt sprettin út af og inn á kemur Kristrún. Þá er hún með Kristrúnu á miðunni, Ragnheiði vinstra megin. Karen fær að hvíla, Karen er komin úr skónum. Síðasta mínútan eftir. Já. Við viljum minna áhorfendur á Káa TV á leik Káa og Hauka á morgun klukkan 20:00. Hann verður að sjálfsögðu beinni hjá okkur inn á Káa TV. Hulda Bryndís, 40 sekundur eftir. Arna á miðinni, Hulda vinstra megin, Kolla hægra megin, Svali í horninu og Rakel hinu horninu, Anna þeirri inn á línu. Taka þér kerfi, Arna, Hulda, upp. Með skot og mark! Já. Það er nú stopp í göttin, ekki marki við bútt. Já.
koma þær, Lena, Kristrún Huldar reynir að ná í hana, Ragnheiður langar 1 marka en Lena hins vegar tekur skotið, vá, þetta var fast. Þetta var vel gert. Já. Það er pláss fyrir 1 mark. Það er betra að tappa bara með 8 en ekki 9. Marta inn á línu, fór í fótinn á 3 og fríkast á búið. Sem að við þurfum ekki að taka sínist mér. Það er bara búið. 9 marka sigur Fram staðreind, 29-38 og hér sjáum við grafíkina eða tölfræðina. Marta Hermannsdóttir markaðist með 8 mörk, Hulda Bryndís 5, Katrín 3, Ásdís 3, Anna Þyrí Rakel Sara og Svala 2, Aldís, Arna, Kolbrún og Ásdís 1. Mattea varði 8 skot í markinu og Ólöf náði ekki að verja í þetta sinn. Hjá Fram var Ragnheiður Júlíusdóttir markaðist með 10 mörk, Þórey með 8, Steinunn Björnsdóttir 7, Perla Rut 6, Unnur 4, Lena 2 og Karen 1. Katrín Ósk varði 7 bolt í markinu og Heiðrún 2. Sjáum hérna að Fram hafði mest 10 marka fórustu, við náðum að minnka þetta niður í 6 mörk hérna í seinni hálfleik á kafla. Lítið markvist í leiknum, 9 varði boltar hjá Fram, 8 hjá K.A. Þór. K.A. Þór með töluvert fleiri refsimínútur. Sjáum að Fram skorar 9 mörk úr hraðaplöpum í leiknum, það er rosalega mikið og nýta yfirtöluna einnig mjög vel, skora 4 mörk manni fleiri. K.A. nær hins vegar að skora 5 mörk með aukamann í sókn, sem er gott. Ég held að svona kannski það jákvæðasta sem við sjáum á þessu er að við erum að skora 29 mörk. Já, við sjáum við tímalínuna síðan í seinni hálfleik. Fram byrjar þetta miklum krafti og skorar þarna 7 mörk gegn 4 hjá okkur fyrst 10 mínútur seinni. Og nær sér í þessa 10-11 marka fórustu sem við náðum aldrei að klára alveg. En við gerum vel í lokkaflaleiksins og minnkum þetta niður í 6 mörk þó þetta hafi endað með 9. Ágætlega gert. Já, það er margt jákvætt sem við getum tekið út úr þessu. Engin spurning. Við á KA TV, Andri Freyr Björgvin, við sjálfsögðu ætlum að nýta tækifærið enn einu sinni og minna á söfnununa inn á styrktarreikning KA TV fyrir nýjum búnaði eftir okkar var stolið hér í vetur. Og við þökkum fyrir okkur. Stefán, tæknimaður, Andri á myndavélinni, ég og Egill segjum bless. Bye bye.